Jólasveinninn og Jesús, 4 atriði til samanburðar. Jólin eru hátíðin þar sem við höldum upp á fæðingu Jesú Krists með því að rifja upp, lesa og endurnýja í huga okkar jólaguðspjallið. Sem kristin kirkja leggur við áherslu á það að þekkja þessa sögu vel því hún mótar okkur sem líð Guðs. Á jólahátíðinni kemur einnig jólasveinninn til byggða og er hann orðinn hluti af jólahaldinu víðast hvar í hinum vestræna heimi. Að því leytinu til ber Jesú og jólasveininum saman því þeir koma báðir jólin. Ég ætla að benda á 3 önnur atriði þar sem að Jesú og jólasveininum ber minna saman. Gjafir. Jólasveinin og Jesús gefa báðir gjafir þeim sem biðja þær. Jólasveinin kemur með leikfangabíla, prjónaða vettlinga, sokka, bækur, dúkkur og ýmsa aðra muni. Stundum koma jafnvel ennþá stærri gjafir frá jólasveininum eins og til dæmis símtæki eða spjaldtölvur. Gjafirnar sem Jesús gefur eru svolítið öðruvísi. Hann gefur okkur sjálfan sig sem sáttafórn við Guð til þess að syndir okkar séu fyrirgefnar og við getum fæðst að nýju hreinsuð af syndinni. Að því leytinu til ber Jesú og jólasveininum ekki saman. Listin. Jólasveinin og Jesús eru báðir alvitrir og dæma okkur báðir fyrir hugsanir, orð og gjörðir okkar og skrá nöfn okkar á listan víðfræga. Á lista jólasveinsins eru nöfn þeirra sem hafa hegðað sér vel og gert ýmiss konar góðverk og eiga þá í væntum skemmtilegan glaðning vafinn í fínasta pappír. Hinir sem hafa ekki hegðað sér lenda á listanum vonda og eiga kannski í besta falli í væntum að fá kolamóla eða kartöflu. Reyndar er það þó sjálfgefnt því að á jólunum eru allir góðir innst inni, er það ekki, og fá gjöf frá jólasveininum hvort sem er. Síðan er það margir sem hafa svipaða mynd af Jesú, en Biblían skýrir þó öðruvísi frá. Því ólíkt jólasveininum horfi Jesús ekki í hina áttina þegar komið að því að fella dóm. Hann er réttlátur og allar syndir eru dæmdar. Þetta eru slæma fréttir fyrir alla þá sem eru heiðarlegir við sjálfa sig og gera sér grein fyrir því að þeir eru ekki góðir innst inni. Þess vegna inniheldur listi Jesú ekki þá sem hafa reynst nógu góðir, heldur þá sem taka við gjöf hans og fæðast að nýju. Eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn. Þess vegna er listin sem Jesú skráir kallaður bók lífsins og Jesú segir líka, gleðjast öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð á himnum. Hefðin. Jólasveinin er búin til úr ýmsum hefðum. Elst þeirra er sennilega minning Nikulásar frá Líru. Hann fæddist í lok 3. aldar og var vígður prestur og síðan biskup fyrir tvítugt. Hann gaf mestan hluta eigna sinna til fátækra og var síðan vitni af kristintöku Rómaveldisins. Eftir dauða hans var hann gerður að dýrlingi og var fljótlega meðal þeirra vinsælustu. Eftir siðbótina var síðan minning hans tengd við jólaháttíðina og 19. og 20. öld sameinaðist minning hans við ýmsar aðrar hefðir, ljóð, sögur, dægurlög og jafnvel auglýsingaherferð fyrir vinsælan gosdrykk. Úr varði jólasveinin eins og við þekkjum hann í dag, en hann á orðið lítið skylt við sögulega persónu Nikulásar. Jesús hins vegar kallaði til sín 12 sérstaka menn sem áttu að vera sjónarvottar skírn, kenningu, kraftaverk, dauða, upprisu og himnaför hans. Rit Nýja testamentisins voru skrifuð á ævitíma þeirra, af þeim sjálfum eða af samstarfsmönnum þeirra. Í Nýja testamentinu er ekki að ræða seinni tíma hefðir, heldur vitnisburð sjónarvottana. Kristur er raunverulegu maður og á sama tíma sannur Guð. Að lokum má svo bæta við að hinn raunverulegi Nikulás frá Líru, ekki jólasveit dagsins í dag, sat tíma fangelsaður fyrir trú sína á Jesú Krist og tók síðan þátt í Níkefundinum fræga árið 325. Þar var mótuð Níkeu-játningin sem flesta kirkjur heims nota við kvöldmáltíðar guðsþjónustur sínar. Það er besta gjöfin sem hann Nikulás nokkru sinni hefur gefið. Þetta voru 4 atriði til samanburðar milli Jesú og jólasveinsins, en því er þetta kannski fleiri í hug. Deildu endilega með okkur í umvalunum hérna undir myndbandinu. Þangað til næst, gleðileg jól.